Metsölubókinni Reykjavík með magnaðri glæpasögu. Ekki missa af franska spítalanum. Veröld. Haldið ykkur fast, potturinn stefnir í 160 milljónir. Lotto. Leikurinn okkar. Þessi. Merkja þessa líka. Allt ódýrt. Bónus. Fjöldi galla hefur komið í ljós á nýja hafrannsóknarskipinu Þórunni Þórðardóttur. Unnið er að lagfæringum en skipið kom til landsins í vor. Skipta þarf út botnlokum og vatnstankur er ónothæfur. Byggingarfulltrúinn í Hafnarfirði hefur afturkallað byggingarleyfi fyrir skoteldageymslu í iðnaðarhverfi í bænum. Bæjarstjórinn segir verið að skoða hvernig standi á að leyfið var yfirleitt veitt. Útgerðarmenn í sjávarplásum segja sviptingar í byggðakerfi sjávarútvegs geta haft alvarlegar afleiðingar. Helmingsminnkun í línuívilnun og skélbótum leiði til minni umsvifa, lægri tekna og verri afkomu. Það er bara beinlínis verið að ráðast að minni byggðarlögum allt land. Skólameistari Borgarholtsskóla telur að óvild formanns Flokks fólksins í sinn garð eigi sök á að hann fær ekki endurráðningu. Forsætisráðherra varðist gagnrýni á ráðherra flokksins á þingi í dag. Og samfélagsmiðlarisar eru byrjaðir að eyða reikningum barna og unglinga í Ástralíu. Samfélagsmiðlabann tekur þar gildi í næstu viku en flókið gæti reynst að framfylgja því. Gott kvöld. Við erum fyrr á ferðinni vegna leiks Íslands og Spánar á HM kvenna í handbolta. En við byrjum á þessu. Unnið er í kapp við tímann að laga ýmsa galla sem komið hafa upp í nýja hafrannsóknarskipinu Þórunni Þórðardóttur. Meðal þess sem verið er að reyna að finna skýringu á er mikill titringur frá vél og skipta þurfti út gömlum botnlokum sem forstjóri Hafrannsóknastofnunar segir að hafa verið settir í fyrir handvömm. Þórunn Þórðardóttir kom